Komið sæl, í dag búin að vera norðlæg átt fyrir austan, búið að blása heldur meðfram ströndinni, svona 8 til 15 metra á sekundu en mest mældist rúmlega 19 metra á sekundu í Papey. En vestanvert landið þá er búið að vera mun hægari vindur, það búið að vera stöku skúr eða él og hér já norðaustan til einnig búin að vera smávegis éljagangur, búið að draga úr því þegar hefur liðið á daginn. Og hér sjáum við á Norður Atlantshafinu að þessi lægð hér, hún er á leiðin í burtu sem olli bæði vindinum og úrkomu. Hér sjáum við úrkomubakka koma inn á vestanvert landi, þessi hæð hér dælir raka suður úr hafi. Það er lítill bakki sem kemur við sögu á morgun fyrir sem jafnharðan, annar bakki sem kemur á sunnudaginn og hann ætlar að fara yfir allt landið og aðeins kraftmeiri þá og síðan er hér á hitasviðinu að þá er heldur að hlýna á morgun og í rauninni dálítið að hlýna á hverjum degi núna fram yfir helgina. Sjáum hér að það er aðeins vildarloft sem er að koma hér yfir okkur og svona útlit fyrir að mesti éljagangur sé liðin hjá, ef við þorum að segja svo. En hér í kvöld sjáum hér þessi strengur allra austast, hann er að færa sig í burtu og hér sjáum við að það er skúrir eða él vestanvert landið og þetta heldur áfram svona fram á nótt. Þetta er engum svona kannski suðvestan til ekki svo mikið, síðan kemur þessi súldarbakki hér inn í fyrramálið á suðvestanvert landið. Sjáum hér að hitatölunar eru frá svona frostmarki hér norðaustan til upp í 5-6 stig syðra og orðin mun hægari vindur á landinu. Þetta er vestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Svo sjáum við hér hvernig þessi súldarbakki eða dálítil rigning í þessu er að koma hérna inn á Suðurlandið og Vesturland líka. Seinnipartinn á morgun þá svona er hann nú að smá að vinda úr sér vætunni. Hér norðaustan til þá sjáum við að það er nokkuð bjart veður og hitatölunar svona aðeins á uppleið frá því sem hefur verið. Síðan höldum við fram eftir degi á morgun. Þá ætlar þessi súldarbakki ekki að gera mikið, hann svona fer heldur til suðausturs, lætur okkur í friði. Síðan kemur næsti bakki á sunnudagsmorgun, hann er heldur úrkomu meiri. Það er ekki mikill vindur svo sem í honum, þetta er suðvestlæg átt hjá okkur og svona 3-10 metrar á sekundu. Það er rigning hér eiginlega allt vestanvert landið og sjáum að þetta byrjar þurrt hér fyrir austan og hitatölunar ennþá aðeins að rísa þar. En þessi bakki ætlar síðan að fara hér til austurs yfir allt landið. Dagurinn byrjar síðan á mánudaginn með rigningu hér austan til en síðan færist bakkin út af og stöku skúrir hér vestanlands en síðan svona heilt yfir orðið úrkomu lítið þegar líður á daginn. Það bætir í vindinn suðvestan 8 til 15 metra á sekundu og hitatölunar jafnvel komnar í 2 stafa tölu hér víða. En síðan á mánudaginn þá kemur norðanáttin aftur hjá okkur, kólnar heldur í veðri en við sjáum að það er svona vætu að sjá hér fyrir norðan svona allvíða. En ef við skoðum í Evrópu, þá eru köldskil sem koma frá þessari lægð hér. Við sjáum þau renna hér niður og hafa alveg áhrif líka á Bretlandseyjum. Það er kalt loft sem er að ýta hér hlýju lofti í rauninni reyna að sópa því hér í burtu. Dagurinn á morgun, víða í Skandinavíu nokkuð bjartur og hlýr, en síðan eru þessi skil með vætu og kaldara lofti að fara yfir þar. Það er víða nokkuð bjart 20 stiga hiti á meginlandinu. Það eru skúrir hér suðaustan til og þó nokkuð öflugt skúraveður og þrumuveður hér á Spáni og Portúgal. Sjáum hér Mallorca Murcia undir þar. En á Kanaríeyjum þá er 17 til 20 stiga hiti og útlit fyrir einhverja skúri þar. En í Norður-Ameríku þá er engum hér þrumuveðrin við flóan í Suðurríkjunum og það er síðan lægð sem er við vesturströnd Kanada. En hjá okkur á morgun það er vestlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu. Dálítil súld eða rigning landið sunnan og vestanvert en nokkuð bjart fyrir norðan og austan. Við segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.